fyrirtæki sem komið inn á leigu Norðurorku, stofnað fyrir 2,5 ára síðan til að akkúrat eins og Sindri nefndi réttilega að gera eitthvað, að hrinda einhverjum hugmyndum og pælingum í framkvæmd. Við erum ekki í einhverri rannsóknarvinnu eða tilraunastarfsemi eða eitthvað. Við erum í því að reyna að innleiða lausnir og sérstaklega lausnir í umhverfismálum. Og vonandi hafið þið séð eitthvað af þessum lausnum okkar. Akureyringar og Akureyri, við stöndum mjög framarlega, ekki bara á landsvísu, heldur bara í hinum vestræna heimi og svona það sem að flókin samfélög eins og okkar, við lifum í mjög flóknum samfélögum. Menn gleyma oft hvað Akureyri flókið samfélag. Við erum eins og stórborg. Við erum með flugvöll, við erum með sjúkrahús, við erum með háskóla, við erum með fullt af grunnskólum og við erum með mjög flókið samfélag. Við erum með sláturhús, við erum með fiskvinnslu. Það er alls konar úrgangur sem streymir í samfélaginu, við erum með fullt af flóknum fyrirtækjum, steypuvinnslu og hvað það nú er. Þannig að við erum í flóknu samfélagi. Og til þess að fást við allt þetta sem við erum að gera, þá þarf alls konar lausnir við, hvað við segja, þegar við kaupum okkur einhverja matvöru þá líkur ekki lífinu þar á vörunni sem við keyptum. Við þurfum að klára að ganga frá umbúðunum og jafnvel afgöngunum ef við nýtum þá ekki. Beinin af lambalærin eða hvað nú er. Vonandi þekkja allir grænu körfun okkar sem ætti nú að vera á hverju heimili á Akureyri og við flokkum lífrænt í hana. Þetta var, og það kannski, maður getur fyrir nokkur ár aftar, sennilega 3-4 árum, sé ekki svona í byrjun árs 2007, árið 2006, að þá förum við að bjóða upp á frítt í strætó á Akureyri. Og þannig að þetta orðið meira en 10 ára gamalt verkefni. Og þarna voru nú pínu hugrakkir stjórnmálamenn á ferð, þegar þeir standa frammi fyrir því að það eru rétt rúmlega 100.000 farþegar á ári, tekjurnar mjög litlar, örfáar milljónir á ári af þeim sem var að borga í strætó. Það hefði alveg verið að hætta með strætó. En þarna voru einhverjir pínu framsýnir stjórnmálamenn og segja bara, herri, sleppum bara að reyna að ná í þessar tekjur, höfum frítt. Þetta kostar okkur einhverja 50-60 milljónir á ári að reka strætó. Og það hefur skilað því að núna árið 2016 þá voru yfir 500.000 farþegar í strætó á Akureyri. Þannig að þetta alvöru verkefni sem skilar alvöru árangur. Og auðvitað þetta greitt af þeim sem borga útsvar á Akureyri, vissulega. En þetta þjónusta sem mikilvæg og það þýðir það að þeir sem í strætó að þeir ekki á einkabíl á götunum. Og það það sem líka mikilvægt. Það minnkar álagið á götunar og sparar þannig fyrir sveitarfélög. Græna trektin, það verkefni sem við settum á stað í fyrra og vonandi einhverju hérna inni að grænu trektina. Þetta snýst það að safna steikingarolíu, notaðri steikingarolíu, ef maður að steikja á pönnunni og með afgangssmjör eða elda lamb í ofni og það mikil fita, þá þetta að safna fitun í svona flösku í gegnum þessa trekk. Þetta hugmyndafræði, þetta náttúrulega má safna, ef maður að gera kleinur eða laufabrauð eða hvað það að safna fitun í fötu. Og núna hægt að skila þessu sem sagt á allar grenndarstöðvar á Akureyri, en líka upp á stóra gámasvæði við Réttarhvamm. Þessi úrgangsmatarolía, hún fer síðan út í fyrirtæki sem heitir Orkey og framleiðir lífdísel. Og lífdísel ekkert annað en notuð matarolía og settur í efnahvarfið efni sem heitir metanól. Og úr því verður lífdísel og honum má blanda í venjulega olíu sem fer bara dísilolíu. Og við semst núna í meira en 1 ár erum búin að nota 20% blöndun á alla strætóana á Akureyri. Þannig að þetta komið bein tenging að þeir sem að safna olíu, skila og fá svo frítt í strætó. Þannig að það er svona ákveðin hringrás sem búið að búa til þarna. Og sama með grænu körfun okkar að við erum að safna orku og
Við mögum ekki gleyma því að þetta allt orka sem við erum bara að tala kolefni í grunni. Kolefni sem hérna út allt í timburinn og allstað kolefni í okkur og við þekkjum þetta svona með kolefni að það er verið að tala kolefnis hlutleysi. Að það þarf að vera ákveðið jafnvægi í CO2 umhverfi jarðarinnar og CO2 í andrúmsloftinu, bara svona smá útskýring, að það er ekkert annað en eins og einangrun á húsi og það sem við erum að gera með því að ná í kolefni ofan í jörðina, olíu og setja á bílana og brenna og blása út CO2, við erum bara að þykkja einangrun. Þess vegna talaðum hlýnun jarðar. Þetta er bara að við erum að búa til meiri einangrun á jörðu. Og í öllu þessu er kolefni og við þurfum að halda þessu búskap í jafnvægi. Og þannig er stórt verkefni í því og við höfum nú kallað, og vonandi þekki allir hérna inni, moltu sem að tekur við þessu lífræna úrgangi. Þetta var aftur mjög flott verkefni á Akureyri. Treyst á íbúana aftur að taka þátt. Við hefum getað sleppt í að fara í strætó og verið bara á einkabíl. Við ákváðum að nýta þetta tækifæri. Við hefum getað sleppt í að setja lífræna úrganginn í grænu körfuna og setja hann bara áfram í almenna ruslið okkar. Það er ekkert sem bannar okkur það, en við treystum á að fólk skilji hvað er verið að tala um. Og í dag er yfir 70% þáttaka á heimilum Akureyri í þessu verkefni. Auðvitað var alltaf bara afhent karfan og pokinn og svo vonaði allir safni og skýri og Molta tók á móti 8.000 tonnum af úrgangi í fyrra. Það þýðir að þetta verkefni, ef við hefðum sett þessi 8.000 tonn upp á Glerárdal og í hóluna þar, eða í Stekkjavík við Blönduós, þar sem við urðum allt okkar sem við urðum, þá hefði það þýtt 10.000 tonna meiri útblástur af CO2 á hverju ári. Þannig að þetta höfum við sagt að Molta, jarðgerðarstöðin okkar hérna í Efriði, þetta er okkar stóra umhverfishetja. Þetta er alvöru verkefni sem er að setja eitthvað inn í kerfi. Því tengt, þá erum við að byrja að fikta með verkefni sem við köllum leyfarnar og þetta er svona smá orðaleikur að þegar við förum á veitingahús og fáum okkur að borða og klárum ekki matinn, að þá eru smá leyfar eftir og hvað ætlum við að gera við leyfarnar? Þarna er Leifur Arnar og en þetta er svona box sem er út úr sykureyr og er úrgangur í rauninni, það er í framleiðslunni myndast ákveðið úrgangsefni og það er notað í þessi box og þetta eru lífræn box og ef við förum til dæmis á Gautan og fáum okkur að borða og klárum ekki matinn, þá getum við fengið svona box og svo fer maður með heim, klára matinn og svo hendur maður boxinu og því sem er í grænum körfum. Þetta má fara í moltu gerð. Og það eru veitingastæðir hérna í bænum sem eru mikið að vinna í þessum málum, Serrano, Lemon og fleiri, fullt af stöðu sem er að vinna í þess átt. Þeir ætla að laga sínar vörur þannig að þær geti orðið alla svona. Drykkjarglös og annað, hnífapurjafnvel. Og ég er bara virkilega ánægður með að sjá að hérna er engar fernur og engin pappamál. Hér er bara engar einnota vörur. Nú síðan er náttúrulega bærinn búinn að samþykkja það að verða plastpokalaus bær. Þannig að það er alltaf flegi ferð bæði af hálfu bæjarins og náttúrulega íbúana líka að taka þátt í þessu og verið þess átt. Og þið þekkið þessar grenndarstöðvar, það eru 9 svona grenndarstöðvar og við erum búin að setja semst upp núna þessa appelsínugula kassa sem við köllum orkan úr eldhúsinu og þarna semst þetta skila matarolíu. Ég er búinn að vera með þessa grænu trekt heima hjá mér í rúmt ár. Ég er ekki með stóra fjölskyldu og ég er svona 2 lítra maður á ári. Þannig að það er ekki meira en það. Ég veit að ein stór fjölskylda sem ég þekki sem er 4 börn og lítil og mikið eldað heima og svona, að þau eru með hátt í 6 lítra á ári. Þannig að þetta er ekki stóra magnið, en það sem er mikilvægt í þessu er að þá fer þetta ekki í fráveitu. Og þetta fer ekki í einhvern annan farveg, þetta fer í endurvinnslu og endurnýtingu. Þannig að þetta er svona, við getum sagt, og svo náttúrulega plús það að þetta skiptir, þetta er tvíþætt eða þríþætt getum við sagt, að við erum þá ekki að flytja inn olíu til að brenna. Við notum þá úrganginn okkar og brennum honum, það er samherjir að brenna þessu á skipinu og sér,
Við erum að brenna þessu ríkisli út í Grímsey, við erum að prófa það í orkuframleiðslunni þar, eins og ég segi á Strætó líka og við höfum verið að prófa þetta víðar. Við höfum verið að dreifa í grunnskólanu svona plakkati þar sem við erum að útskýra hvað þetta þýðir. Ef ég tek bara dæmi þarna með grænu körfuna, þá erum við að útskýra að við erum alltaf að taka umhverfis ákvarðanir. Ef við stöndum með bananahýðið og ef við að setja í grænu körfuna eða ef við að setja í almenna ruslið, bara sú ákvörðun, þetta er umhverfis ákvörðun. 1 kíló sem við setjum í grænu körfuna minnkar útblástur 1,2 kíló af CO2. Þannig að þetta skiptir máli. Og saman alltaf með að nota strætó, sérstaklega málmar, að það er alltaf gríðarlega óumhverfisvænt að sækja málma. Þannig að þegar við erum búin að sækja málmi í eitt skipti, þá erum við að nota hann eins oft og við getum. Og 1 kíló af málmi sem er endurnýjanleg minnkar útblástur af CO2 9 kíló. Þannig að það er alvöru umhverfisávinningur. Hérna eru svona 2 dæmi vörur sem ég myndi kalla vandræðavörur. Ég myndi kannski ekki kalla þetta vandræðavörur, ég myndi kalla þetta vandræðaumbúðir. Ég hef svo sem bara þessi skilaboð til þessara framleiðenda, ágætis vörur, hvoru tveggja mjög gott á bragðið, kannski misholt, en umbúðirnar skelfilegar. Pringles dallana er ekki hægt að endurvinna. Það er hægt að endurvinna plastlokkið og kannski filmuna ofan af, en hitt er bara einhver vagningur af alls konar vörum, pappa og málmum og einhverju drasli, og það er bara ómögulegt að fara nema mennin að fara að skilja þetta að eitthvað, og þetta er bara vandræðavara og fer sem sagt í urðu. Grjónagrauturinn sem er náttúrulega alveg ljómandi fín matvara, þarna erum við með box sem er með plastloki sem er með álfilmu og í því er plastskeið og það er lítill svona poki með kanilsykri og síðan er álloki við því og síðan er pappi utan plastmál og þetta er allt til þess að geta borða eina lúka hrísgrjón. Þannig að við erum búin að hafa ansi mikið fyrir því að gera ekki þessa lúka hrísgrjón sjálf heima hjá okkur. Geta gripið eitthvað, fljótt, fengið sér eitthvað, þannig að þegar maður tekur þetta á svona í sundur og sér allar vörurnar og hvað er búið að hafa áhrif á umhverfið bara til að skila þessu einu lúka hrísgrjónum til okkar. Þannig að þetta er svona, og við erum bara að koma því að auðvitað snýst þetta náttúrulega upphaf, að hvernig við erum að neyta og magnið sem að streymir inn til okkar. Og það er kannski skýrt dæmi hérna, sést nú ekki mikið á glæranum hérna, en hérna erum við komin í textílinn, fötin okkar. Það er náttúrulega þekki allir þessar stóru gámaeiningar. Á síðasta ári fóru 13 svona gámar frá Akureyri fullir af fötum. Vörur sem við bara getum ekki notað. Það er búið að reyna að koma þeim út hjá Rauða krossinum og annað. Þetta er semst rúmlega 1 gámur á mánuði frá Akureyri. Þannig að ímyndið ykkur magnið sem kemur inn á hverju ári. Þannig að við erum svona að ofnota og þess vegna erum við að tala það. Við erum að kaupa okkur frekar vandaðari vörur þó að það séu dýrari og láta þær endast. Og nýta. Og við erum verið að leika okkur stundum þegar við erum að hitta börn í grunnskólum og við reynum að fara víða bæinn og hitt flesta grunnskólana, vinnuskólan og svo tókum við þátt í vísindaskóla háskólans. Og eitt sem við gerum alltaf með börnunum að það er að biðja að skoða á miðan á fötunum sín. Hvaðan koma fötin? Tævan, Bangladesh, Hong Kong, Indlandi, Kína. Og svo spyrjum við, hafið þið komið til einhverja þessar landa? Þekkið einhvern frá Bangladesh? Sri Lanka eða einhvers staðar? Nei. Þannig að við erum rosalega svona ómeðvituð hvað við erum að gera, hvaða áhrif við erum að hafa einhvers staðar annars staðar í heiminum. Jú, Ísland er mjög umhverfisvænt og grænt og annað, en þegar við kaupum okkur tölvu eða síma, þá erum við að valda útblæstri í Kína. Það er okkar ákvörðun að valda útblæstri annars staðar. Þannig að við þurfum að hugsa mjög mikið okkar neyslu, þó okkar land sé mjög grænt og hreint. Ennþá.
Hérna svona dæmum góða lausnir, hérna nú þeir sem hafa komið í Háskólann á Akureyri. Háskólinn á Akureyri algjörlega fyrirmyndarstofnun þegar kemur að umhverfismálum. Stendur sér vel í flokkun, býður upp á hleðslustaði fyrir rafbíla og virkilega metnaðarfullir í að standa sig, að flokka allt og þeir bara fundu sína eigin lausn. Þarna eru svona hjá almenningi, bara út á götum, á Ítalíu, bara hægt að setja í flokka. Við erum komið núna 2 svona stöðvar í miðbænum á Akureyri, þar sem hægt að flokka í 4 flokka. Og síðan hérna á stóru myndinni, þetta í Ljubljana í Slóveníu. Þarna undir eru sem sagt stórar gámaeiningar sem sjálfsbíl. Og fyrirtækin í miðbænum eru bara með kort, svo strjúkaðu bara kortinu og svo hendaðu sínu rusli í sína flokka og svo á nóttinni koma stóri bílar, hífa upp og losa. Þannig að frábær lausn í svona miðborgum. Ég svona reyna að orða það þannig vistorku að okkar hlutverk að reyna að láta aðstæður verða þannig á Akureyri að það hafi engin afsökun. Að það geti ekki sagt, það svo erfitt að flokka þessa olíu, maður veit ekkert hvað maður á að setja hérna. Jú, við erum með grænu trektina og þú skilur svo grænbestöð. Það svo erfitt að vera á rafbíl og maður veit ekkert hvernig maður á að hlaða hana. Jú, það eru 5 hleðslustöðvar á Akureyri og það geta allir sem að svona flest allir hlaði heima hjá sér eða við erum að vinna í því að koma þessu upp á vinnustöð. En eins og ég segi, það geta allir hlaðið einhvers staðar í bænum. Metan, það er ekki hægt að kaupa metanbíl, það ódýrustu bílarnir eru metanbílar. Við erum farin að framleiða metan, búin að gera það í 3 ár úr gömlu ruslahaugunum. Og eins og ég sjá, það eru allar gerðir til að metanbíl. Bara til útskýringar að því að ríkið sem sagt greiðir niður, eða með ívilnun greiðir ekki niður, það sem sagt sleppir álögum á metan og rafmagnsbíla. Ef þið kaupið ykkur rafmagnsbíl, sem bara rafmagnsbíl, að þá upp ákveðinu upphæð, þá hefur tekið ríkið engar tekjur á. Engin virðisauki, engin tollur eða neitt. Þannig að þið fáið bílinn í hendunar eins og hann nánast kostar frá verksmiðju. Og í metaninu þá eru afslættir, þannig að eins og þið sjáu þennan litla bíl, Golfinn, Volkswagen Golf, að hann með metantank og það sem gert að Volkswagen þeir taka varadetti úr og setja metantank í staðinn. Allir þessir fólksbílar eru með bensíntank líka. Þannig að þó að menn komist aldrei í metan, að þá ættu að kaupa þennan bíl, að því að bensínbílinn, hann í 400.000 krónur dýrar. Ef maður kaupir sér bensín, svona Golf, það eina sem hann dýrari og ekki með metantank. Þannig að maður borgar hann í 400.000 krónur fyrir það að fá ekki metantanki. Þannig að þetta pínu klórulaust. En þetta okkar eigin orka, eins og ég segi, við erum að framleiða úr gömlu ruslahaugunum, áratugi hentum við Akureyringar öll upp á Glerárdal, hrúguðum þessu, reynir svo í rauninni heppilegt fyrir okkur að því við erum að nýta þetta í dag, á strætó, það er búið að ákveða að kaupa 2 svona strætóar í viðbót. Við erum með ferliþjónustubíla, þessar grænu sem þið þekkið örugglega rúntandi bæinn. Við erum með 4 svona, þeir eru allir á metani, við fáum einn á næsta ári, það verður síðast í svoleiðis í kerfið og þannig að þá verðum við komið með 3 stóra strætó, alla á metani og 4 svona græna, alla á metani, okkar eigin metani á gamla ruslinu sem var hendið upp á Glerárdal, gömlu kótelvertunum og allt því sem við kláruðum ekki. Við það að skipta öllum þessum ferliþjónustubílum, þessum grænu bílum, yfir á metan og spörum við á Akureyri sem samsvarar rekstri á einu bíl. Af því að metanið rúmlega 30% ódýrara en þessi. Þannig að þetta eru alvöru verkefni, svo náttúrulega rafmagnsbílarnir, Norðorka með þennan bíl þarna, svona Nissan Leaf og þetta það sem að gerast. Það eru 70 metanbílar á Akureyri, það eru 230 rafmagnsbílar. Það eru 230 bílar sem geta stungið í samband á Akureyri. Þetta mun fjölga mjög hratt og við erum að spá því að rafmagnsbíllinn verði svona eins og með túpuskjáinn, eða flatskjáinn í rauninni, að hann verður svona flatskjáinn okkar, að bara allt í einu hætti fólk að fara til búið að kaupa sér túpuskjá.
Það er bara 2024, hver alltaf var út í búið og kaupa sér bensín. Það er bara, þetta einhvern veginn í hug, sko. Það verða komin alls konar rafmagnsbílar. Litlir, stórir og ódýrir, dýrir og hvað það er, mikla drægni, litla drægni. Og þetta að fara að sjá allt á næsta ári bara, 2019. Þannig að 2023-2024, þetta mun gerast mjög hratt og þetta verður bara beint upp. Þetta verður ekkert svona eitthvað hægt og rólega. Að allt í einu mun bara stoppa sala á bensínbílum. Spá í. Svo kannski bara aðeins ef þið viljið, fræðast meira, að þá stofnun sem ég vinn mjög mikið og nái með og heitir Orkusetur og hluti á Orkustofnun og iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu. Þegar hún rekst á greinar eftir Sigurð Inga Friðleifsson sem fer fyrir Orkusetri. Við vinnum mjög náið saman, eins og ég segi. Hann rekur þessa síðu, orkusetur.is. Þar mikið af upplýsingum samgöngur og orku. Hann með reiknivélar til dæmis og það hægt að slá inn bílnúmer og bera saman, sjá útblástur, mismunandi tegunda bílum. Þannig að þetta mjög fróðleg síða, getur við sagt. Síðan Sorpa, við erum alltaf ekki alveg með sama kerfi á Akureyri og í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Hérna á Akureyri all svona gáma þjónusta, hún bara boðin út og það eru tvö svona stór fyrirtæki, Íslenska gámafélag og gámaþjónustan sem að þjónusta það, en höfuðborgin náttúrulega rekur Sorpu sem svona sameiginlegt sorpsamlag höfuðborgarsvæðisins. Og þannig að þeir eru svolítið með aðra nálgun heldur en við, en Sorpa rekur mjög öflugan upplýsingar. Og þetta svona dæmi af vefnum þarna og þetta eru bara allir flokkanir sem að hægt að fara eftir á gámastöðunum þeirra. Og ef maður ýtir á takkana þá fær maður meiri lýsingu á því hvað á að fara á hvert stað. Og þeir eru meira sem er svona leitarstreng og það er bara að slá inn, hvað getum við sagt, gallabuxur. Þá kemur bara í hvaða gáma átt að setja þær. Og ljósaperur, raftæki og allt þetta. Þannig að mjög öflugur upplýsingavegur. Og síðan svona loka glæra með mér að við höfum verið að kynna þetta fyrir fyrirtækjum, íbúum og þetta eru óskaplega einföld skref og sem ekki að ganga svo langt að segja að þetta ekki orðið eitthvað boðorð, en þetta eru einföld skref og flestir að taka mörg þeirra. Við erum að flokka sorp, flest okkar. Hvort sem það heitir fernur eða plast eða gler eða hvað það nú er. Við erum að flokka lífrænan úrgang. Vonandi, við erum allavega búin að deila út yfir 3000 grænum trektum. Það eru 7500 heimili á Akureyri, þannig að við teljum að það sé komið græn trekt á meir en helmingin á heimilunum. Svona vonandi, hér bíl sko. Græn stæði, við erum vonandi að fara að fjölga grænum stæðum í miðbænum. Það eru 2 þar núna. Þetta eru semst fyrir þá sem eru á metani eða rafmagni. Þeir fá semst forgang í stæði, betri stæði. Þarf ekki að stilla klukkuna og háskólinn líka með 2 stæði svona. Og þetta erum við að hvetja fyrirtæki til að gera, að bjóða upp á græn stæði sem eru á besta stað, nálægt inngangi og annað, að ívilna þeim sem ákveða að koma á rafmagns eða metanbíl í vinnunum. Nú, setja upp hleðslupolla, einhverjir eru byrjaðir, það eins og ég segja, komum við á háskólann og það komum við í Ráðhúsið. Samherji er búin að setja upp eitt polla hjá sér og svona þetta að koma hægt og rólega. Og við erum búin að vera að ræða við framhaldsskólana og ég er búin að senda erindi á Akureyrarbæ að fara að setja upp í alla grunnskóla og þess að það. Þannig að vonandi gerist þetta hratt að fyrirtækin fara að sjá. Af því að fyrir fyrirtæki þetta ekkert mikill kostnað. Það kostar að keyra þennan rafbíl eins og þennan 15.000 km á ári kostar kannski 3.000 krónur á mánuði. Það ekki meira það. Og
segjum ég kæmi á honum 20 daga í mánuði í vinnunum. Fyrirtæki væri kannski að borga fyrir mig 2000 kall á mánuði, svo ég geti verið á rafmagnsbíl í vinnunni. Og þá myndi að leysa það að ég þyrfti að hlaða heim, segjum ég ætti heim í fjölbýlishúsi, sem pínu vesen að vera á rafbíl í fjölbýlishúsi. Það þarf að græja eitthvað þar og fjölbýli þarf að vera sammála það að setja upp hleðslustöð. Þá einfaldast fyrir mig ef vinnustaðurinn býður upp á. Þannig þetta eru, við getum sagt, þannig séð, smáaurar fyrir að hvetja fólk til að koma á rafbíl í vinnu. Samgöngustyrkur sem að tengist aftur þessu, að bjóða, þetta er skattamál. Skatturinn segir að alltaf 7.500 krónum á mánuði mega fyrirtæki greiða til starfsmanna sem koma ekki á bíl í vinnuna. Og þetta er skattfrjálst, þannig þetta eru launauppbót, getum við sagt, fyrir að skilja bílinn eftir heima. Og aðstæða fyrir reiðhjól, það er náttúrulega bara eitthvað sem er mikilvægt. Ég sjálfur keypti mér rafmagnshjól fyrir rúmu hálfu ári síðan og ég hef bara orðað það einfaldlega þannig ef það er eitthvað sem ég sé eftir í lífinu þar að hafa ekki fengið mér rafmagnshjól fyrir. Það er það eina sem ég sé eftir svona í rauninni. Þetta er það mesta snilld sem ég hef upplifað. Ég er búinn að fara hátt í 1000 kílómetra á hjólinu á 6 mánuðum. Ég fer nánast eingöngu á rafmagnshjól. Við fórum í svona verkefni hjá Norðurorku, keyptum 20 rafhjól, algjörlega búið að slá í gegn. Við erum að sjá að þetta er svona 10 til 12 sem að ferðast allt árið, þess eru núna í mestu vetrarhörpunum, en vonandi svona bætast inn í hópinn líka og við sjáum að það er að aukast áhuginn að þessu. Þetta er fyrir okkur Akureyringa þetta algjör snill. Ég fór daginn upp í Norðurorku, þetta er náttúrulega svona pínu brekka og allt þetta létti maður, það að vera á rafhjóli eins og að hjóla alltaf á jafnsnið. Það er eina sem það gerir. Þetta er bara eins og að hjóla alltaf í Danmörku. Við breytum Akureyri í Kaupmannahöfn. Það er það sem það gerist. Og ég fór daginn, var í vinnunni upp í Norðurorku, hjólaði í bæ, í hádegismat og hjólaði aftur upp eftir fyrir 1. Tók enga stund og tók aldrei á, ég svitnaði ekki. Þannig að ég reyndi að alltaf viðurkenna það, ég stilti á turbo, þannig að það hjálpaði mér mjög mikið, sko, en á móti kemur að maður bara hikar ekki, sko. Maður hikar ekki við að ferðast og þetta kemur ekki í staðinn fyrir hjólið mitt, þetta kemur í staðinn fyrir bílinn. Og hjólið mitt stendur ennþá og ég fer á því þegar ég fer út að hjóla. Það er allt annað verkfæri. Og við erum að hvetja aðila til að setja upp góða aðstöðu fyrir hjól, rafhjól og annað. Þegar ég kem úr vinnunni þá vil hjólið mitt sé þurrt, góða aðstöðu, skýl yfir og af því að það getur verið búið að snjóa eða blása eða hvað veit ég við daginn, þannig að maður vil hafa þetta góða aðstöðu og ég sé til dæmis eins og Advania fyrirtæki niður á Eyri, þeir eru með flottan skúr bakvið hjá sér, búin að byggja alveg yfir hjólinn. Þetta er ekkert mál og bara menn hugsa það að bílastæði kostar 1,5 milljón, bara fyrir einn bíl. Þannig að það má gefa pínu fyrir hjólinn. Og svo bara þetta að lokum að þegar menn skipta næstum bíl, það er enginn að segja að allir í rúkútnum og kaupa sér rafbíl eða nýorkubíl. Þannig að næsti bíl verður að vera nýorkubíl af því að þeir bílar sem koma inn í dag, bíl sem er keyptur í dag á Íslandi, hann er það sem við kallum Parísarbíl. Hann verður hér þegar Parísarsamkomulagið skellur á okkur 2030. Þannig að hann verður hér að brenna olíu 2031. Þannig að gríðarlega mikilvægt að næsti bíl verði rafmagn eða neta. Takk fyrir mig.